Ólís styrkti gerð þessa þáttar. Komiði sæl, ég heiti Ómar Valdimarsson. Heimildamyndin sem nú verður sýnd, Fyrsta sporið, var að mestu leyti gerð sumarið og hausti 92. Þá fórum við inn á 3 meðferðarstaði SÁ og fylgdust með. Við læddumst talsvert með veggjum og reyndum að láta lítið fyrir okkur fara til að trufla ekki þá miklu átakavinnu sem fer fram í meðferðinni. Vinnu sem fer ekki síst fram í hugskoti og sálarlífi hvers og eins sem hefur ákveðið að leita sér aðstoðar í baráttunum við Bakkus. Þetta er sönn mynd, það er ekkert leikið í henni, engin sviðsett samtöl eða fundir. Það kom allir fram undir eigin nafni og segja umbúðalaust frá lífi sínu og baráttu og væntingum. Við fylgjum sérstaklega með einum manni sem var í svokallari víkingameðferð á Staðarfelli, en víkingameðferð er ætluð þeim sem hafa áður farið í að minnsta kosti 2 heilameðferðir án þess að ná árangri. Núna hefur þessum manni tekist að ná tökum á sínu lífi, en það sama verður því miður ekki sagt alla sem koma fram í myndinni. Ekki ennþá, það kemur síðar. Það er ekki létt að viðurkenna að maður getur ekki lengur stjórnað eigin lífi og þarf í meðferð. En það er fyrsta sporið til algáðs lífs og það hefur fólki í þessari mynd gert og það eiga væntanlega margir fleiri eftir að gera. Kannski verður þessi mynd til að hjálpa einhverjum til að stíga þetta örlagaríka skref út úr myrkrinu og inn í ljósið. Njótið þið vel. Guð, hér er æruleysi, til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina það á milli. Allir sem að þekkja alkóhólista og þekkja sögu þeirra vita það að þetta er ekki sjálfskaparvíti. Við getum tekið dæmi. Maður sem á báða foreldra fyrir alkóhólista byrjar að drekka fermingu og er kominn hér inn 19 ára gamall. Þetta er ekki sjálfskaparvíti. Heldur? Sjúkdómur. Þarna hafði ég skeð eina ferðin enn, þessi sjálfsblekking. Að ég hélt ég væri farin að ráða við áfengisnotkun. Og ég kunni ekki aðra leið heldur en að fara inn á Vog. Ég hafði farið þangað áður og þó ég hefði ekki náð löngum árangri þá hafði ég von og hef alltaf haft von í hvers skipti sem ég farið þangað inn að nú tækist mér það. Þannig að það var í raun fyrsta skrefið að fara þangað inn og þurrka sig upp. Og ég var orðinn mjög þreyttur og framlágur þegar ég fór inn á Vog. Ég fannst ég ákaflega lélegur karakter. Hvað er alkóhólista sammein? Þannig að það eru drekku mikið. Já, það sem við þurfum að hafa er í fyrsta lagi það að þeir drekki óeðlilega. Þeir fari óeðlilega með áfengi. Annarkvort drekka þeir á mikið eða á lengi. Og við myndum nú ekki drösla öllum á Vog sem að það gera. Við þurfum að hafa líka eftirköst. Menn eru þá annarkvort sjá eftir því sem þeir hafa gert eða þá að þeir eru líkamlega eftir sig, eftir þessa óeðlilegu drykkju. Verða timbraðir. Nú, við þurfum líka að hafa vandamál, það er þriðja atriði sem það er að einhverju vandamál skapist af þessari drykkju. Það má segja að mjög margir Íslendingar uppfylla þessar þessi 3 höfuðatriði. En það er 4. atriði sem segir og sker úr hvort þú ert alkóhólisti eða ekki. Og það er þetta að þrátt
fyrir það að vandamálin hrannast upp, þá heldur áfram drykkjunni. Ég þakka mínu sæla að ég skyldi bera gæfu til að fara þarna inn á Vog. Það var þó í 4. skipti, sko, fyrir 10 mánuði síðan. Ég er hræddur og með svona vott af ofsóknaræði. Ég er ekki tilbúinn að tjá mig við einn eða neinn, nema þá helst manneskjuna sem tekur á móti mér. Gerðu svo vel. Þessa konu get ég nú ekki nafngreint náttúrulega, en ég hef hitt hana áður því að þetta er ekki mín fyrsta innganga þarna. Þannig að hún veit að ég þekki nú til og það kemur líka á daginn, þetta er fljótt að rifjast upp. Það sem maður þarf að gera. Kynna sér dagskrána og tímasetningar og annað slíkt. Betri upplýsingar hérna hjá þér. Það fer fljótt að manni þessi hræðsla sem maður kemur með á bakinu þarna inn. Það er Sigurjón Magnús Sigurjónsson. Giftur maður? Nei, ég er í sambúð. Sambúð. Já, ég er fegin og hef alltaf verið fegin hver skipt sem ég kom með þarna. Og gerðu svo vel. Hér rennur að fólki og hérna byrjum við meðferð. Þessi stofnun hefur ákveðin markmið að vinna að og í svona grófum dráttum þá er það sem við viljum að sjúklingarnir átti sig á í þessari dvöl. Í fyrsta lagi að þeir þurfi að hætta að nota vímuefni. Í öðru lagi að til þess þurfi þeir að breyta lífstíl. Og í þriðja lagi að það hafist ekki gegn öðruvísi en að þeir fái til þess aðstoð. Þetta er það sem við erum að vinna að hér. Og við gerum það fyrst og fremst hérna með fræðslu. Við leggjum mikla áherslu á fræðsluna. Því við teljum að mótþróin gegn því að hætta að drekka og þiggja aðstoð hjá alkohólistum sé fyrst og fremst út af þekkingarleysi og skilningsleysi á vandamálum. Því reynum við að fræða þá það. Og það má segja að hér erum við miklu meira í þessu gáfnafarslegu vinnu og erum að fræða fólk. Í eftirmeðferðarstöðum erum við miklu meira að fást við tilfinningar fólks og tilfinningarlíf og leysa úr því meira. Og ég fylgist svo með því hvort þið vantar eitthvað vinnur. Til lagi. Þegar maður er komin í svona aðstöðu, maður er komin alveg upp að vegg og manni finnst maður ekki geta gert nokkuð skapaðan hlut. Maður er komin með hendur alveg niður með síðum, sko. Og svo kannski deyfir maður sig með því að fara út að drekka til dæmis. Og maður lendir þá í einhverjum krísum, enn og aftur. Og jafnvel lendir í einhverjum barsmíðum eins og ég lendi í núna síðast, svo ég taki nú dæmi. Og það er allur brotinn í andliti og maður er orðinn sem sagt brotinn utan sem innan. Og þá var ekkert annað sem kom upp í huga minn en að leita mér aðstoðar. Og ég gerði það með því að taka upp tólið og hringja inn á Vog.
Ég kom fyrir dóttur mína, ég var engin alki. Ég var bara mini-alki, eða engin alki eiginlega þegar ég fór inn. Ég gerði það bara fyrir dóttur mína. En hefur þú komist að einhver annar niðurstöðu núna? Já, fljótlega eftir ég kom inn á Vog þá sá ég að ég átti þarna vel heima og var alls ekki neitt mini-alki, heldur bara venjulegur alki. Þetta ákveðinn sérstakur sjúkdómur sem hefur sinn gang og tiltölulega auðvelt að greina þetta ef menn eiga við þennan vandastríð. Í umræðunni þá vilja menn oft rugla allri neyslunni saman og gera engan greinamun á til dæmis sjúkum alkóhólista og þeim sem að drekka. Það til drukkinn maður sem að skemmta sér og hins vegar drukkinn alkóhólisti sem að eyðileggja sitt líf og það munur þarna á. Maður getur sagt að svona 70% að minnstakosti fólksins fái það bara í vöggugjöf með erfðunum að geta ekki notað áfengi. Það þarf þá ekkert að gera annað, það fær sjúkdóminn á silfurfati. Það þarf ekkert að gera annað en að fara inn á bar og fá sér einn. Og úr því eru litlar líkur á að verði bindindis fólk. Meðan að kannski 30% af fólkinu verður að vinna sér þetta inn. 30% af alkóhólistum? Já, yfirleitt verður að vinna sér þetta inn. Það verður að hafa meira fyrir því að verða alkóhólistur. Hversu niðurstaðan þá þetta sjúkdómur. Og hann uppfyllir öll skilyrði sem að heilbrigðisstéttir og setja fyrir því að kalla eitthvað sjúkdóm. Og vandi okkar fólginn í því að við drekkum og mikið og þess vegna líf okkar öllus. Það helst að maður fari svona að taka eftir eitthvað sína að þegar miðstigið byrjar sem að einhverja áleitjum sem einkennist af fráhvarfseinkennum, skammtíma og langtíma einkennum. Maður veit hver þessi skammtíma einkenni eru. Það bara þessir eðlilegu timburmenn. Maður dettur í það og vaknar upp eftir fylliríið og maður lasinn í 1, 2, 3 daga eftir atvikum, skiljið. En það sem maður áttar sig ekki eins vel á og það það hvernig áfengisneyslan hefur áhrif á mann til lengri tíma litið. Og ef við lítum í eigin barm, þá getum við öll verið sammála það að með aukinni drykkju þá hefur við breyst. Við hefum breyst þannig að það eins og geðslægir hafi lækkað, við erum ekki eins glöð eins og við vorum, ef við þurfum meira til þess að verða glöð. Við áttum gott samtal var ekki á föstudaginn og þá bara lúffaði hann á sig. Ef hann stoppar þetta ekki af núna þá missir hann allan stuðning, þá hættir það að geta stutt hann vinnars og þá mun hann lenda í afrækstrum við samstarfsmennina og þá líka mál að hann verður búinn að vera hjá okkur hvað oft er hann búinn að vera hjá. Hann farið tværfullan meðferðir, hann kemur 19 ára gamall og komið 3 á þessu ári og ekki tóðan með 2 og 3 daga. Hann getur verið heima hjá föður sinn til að byrja með, en síðan ætlar hann að fara semsagt á takmarkið og reyna að fara að vinna og stunda svona göngudildina, þannig að síðan og byggingaprogrammi þar. Já. Ok, búinn þá? Já. Wow,